flest Jú, það vantar bara það svona stóri tjekk Ég er bara svona greiða þetta í næstis Þetta er bara rétt fyrir bara manna næst Það er best að leysa þetta fram í okkar manna En það er svona í stór Nei, borga sér fyrir okkur
útskriftarefni, skólameistari, formaður skólanefndar og aðrir góðir gestir. Verið öll hjartanlega velkomin til jólaútskriftar Menntaskólans á Egilsstöðum. Bæði þið sem eru hér í Egilsstaðakirkju og þið sem að fylgjast með útsendingunni. Í dag eru tímamót í lífi þessa hóps sem var að ganga í salinn. Komið að því að fagna mikilvægum áfanga og framundan vegferð með nýjum áskorunum. Í dag útskrifast frá Menntaskólanum á Egilsstöðum 26 nemendur. Það útskrifast 10 nemendur úr dagskóla og 16 nemendur sem hafa mestu stunda fjarnám undanfarin ár. Það virkilega ánægjulegt að sjá að margir gestir hafa séð sér fært að fylgja þeim á þessum tímamótum, bæði í streymi og á staðnum. Ég heiti Eyrún og ég kynni dagskrána í dag og við ætlum að hefja á því að Árni Ólafsson, skólameistari, flytur ávarp. Gjörðu svo vel, Árni. Já, formaður skólanefndar, ágætu útskriftarnemar, samstarfsfólk, aðstandendur og aðrir tilheyrendur. Verið hjartanlega velkomin öll sömul og útskriftarfagnað Menntaskólans á Egilsstöðum, haustið 2025, 1900. Athöfnin nú streymt í 11. skiptið og reynslan af því og jákvæð viðbrögð áhorfenda hafa samfætt okkur að halda því áfram, því að auðvitað komast hvorki allir aðstandendur né heldur fjarnemar til að gleiðast með okkur á þessum tímamótum. Þessi hápunktur dagsins að fagna móttöku skírteina úr okkar ágæta skóla í takti við tíðarandann í framhaldsskólum landsins, þar sem áherslan æ meira lögð á ferli námsins sem endurspeglast í prófskírteininu, því að innihald þess vitnisburður vegferð nemandans í gegnum menntaskólatíðina. Á skírteini má sjá einkunnir, ástundun dagskólanema, námsbrautir og þar með samsetningu námsins sem ræður því síðan hvaða leiðir eru færar á frekari skólagöngu þeirra sem að þangað stefna. Nokkrar breytingar voru á starfsmannamálum skólans í upphafi haustannar. Thelma Björk Snorradóttir var ráðin brautastjóri starfsbrautar í stað Sigríðar Gunnarsdóttur sem flutti sig á Suðurlandið. Davíð Líneasson tók við stöðu raungreina á stærðfræði og hlutastarfa í ensku var leyst af fótboltakennara og síðan innanhús nú í haust. Rannveig Þórhallsdóttir tók við stöðu fjarnámsstjóra þetta skólaárið í fjarveru Jóneyjar Jónsdóttir og hún hefur einnig leyst enskukennslu á haustan. Nanna Halldóra Ímsland, náms- og starfsráðgjafi, tók síðan á ný við stöðu náms- og starfsráðgjafa í byrjun seinni spannar eftir árs fjarveru. Elín Ása Heiðarsdóttir, starffræðikennari, hún kom inn núna í 1. des eftir fæðingarorlof og Björg Eyþórsdóttir, hún mun taka afleysingu núna á vorin í náttúrufræði. Nú Hlynur Ármannsson, líffræðikennari, hann lætur að störfum áramót eftir rúmlega 10 ára starf í ME og honum eru hér með þökkum mjög vel unnin störf við stofnunina og jafnframt óska allsins besta á nýjar áskoranir. Einnig hefur skólameistari fengið póst þess efni sem að staða hans verið auglýst við lok þessa skólaárs, en það þó huggun harmi gegn að hann eins og aðrir má sækja stöðuna nýju, þannig að við höfum ekki ágjörð af því. En að skólastarfi haustannar, já. Við byrjun haustannar þá vorum 225 dagskólanemur skráðir til náms og þeim fjölgaði ca. 30 frá árinu áður og þar við bættust 112, þar voru 112 yngri og eldri nýnemar. Rúmlega 100 nemendur að stórum hluta nýnemar komu síðan inn á heimavist og nemendur eru meira og minna orðnir 2 og 3 saman á herbyggjum. Og þessi aukning, hún speglast í líflegra heimavistarlífi að sjálfsögðu og einnig örlítið fleiri gráum hárum á höfði skólameistara. Nokkur hópur heimavistabúa hefur átt erfitt með að fylgja heimavistarreglum, til dæmis varandi róf eftir miðnætti og næturöld. Næturrúndar og annars konar áhættuhegðun lítils hóps eru orðnir svona óþægilega algengir og við erum svona að reyna að taka á þessu með ýmsu móti eftir áramótin til að tryggja betur öryggi heimavistabúa og auka gæði svefntíma sem að menn þurfa að bera miklu meiri virðingu fyrir heldur en nú er, sérstaklega ef menn eru 15 og 16 ára. Þannig var það. En fyrsti skóladagur haustannar, hann var helgaður móttöku nýnema, þar sem áherslan var lögð á að koma þeir sem fyrst inn í kerfi skólans og námsvef, þannig að þau myndu spjara sig fljótt og vel. Og þau tóku síðan góðan göngutúr þéttbýlið sem endaði í kakó og kleinum á skólalóðinni. Nýnema vígslan eftir ca. hálfan mánuð á skóla gekk mjög óskum. Það voru allskyns þrautir og leikir í kringum heimavistina og ánægju og gleði skein úr hverju andliti. Allt fór mjög vel fram
ótrúlega vel fram og ég vil nota þetta tækifæri til að hrósa nemendafélaginu fyrir að festa í sessi nýjar og manneskjulegri hefðir fyrir þennan mikilvæga atburð sem móttaka nýrra nemenda er. Nú síðan var árlegur nýnemagöngutúr, hann var nýttur saman við göngudag allra nemenda í byrjun september. Þá gengu vel rúmlega 100 manns, allir sem vettlíki gátu valdið þann daginn, frá menntaskólanum yfir á Vesturbakka Lagarfljóts. Þaðan var stefnan tekin upp í Freysnes og niður á Fljótsbakkanum þar sem að nemendaráðið stjórnaði léttum leikjum. Gönguhrólarnir boðuðu síðan nesti, sumir flyttu kettlingar og aðrir nutu útsýnis og góðs félagsskapar. Og síðan var gengið tilbaka austurfyrir og endaði í menntaskólanum í veislu að hætti mötunuttis. Frábær dagur, góð veðri og eftirminnilegur. En nú snúum við okkur að tilefni þessa fagnaðar hér í Egilsstaðakirkju í dag. Í dag útskrifast, eins og Eyrún sagði, 26 nemendur frá Menntaskólanum á Egilsstöðum, 13 þeirra eru hér við athöfn í dag. 8 nemendur útskrifast af félagsgreinabraut, 12 nemendur útskrifast af opinni braut, 1 útskrifast af listnámsbraut, 2 af náttúrufræðibraut, 1 útskrifast af starfsbraut og 2 með viðbótarnám til stúdentsprófs. Varðandi heimilisfestuna þá koma 6 þeirra frá Egilsstöðum, 1 úr Fljótsdal, 1 frá Seyðisfirði, 1 úr Neskaupstað, 2 frá Eskifirði, 3 frá Fáskrúðsfirði og 1 frá Djúpavogi. Hinum megin á landinu koma 6 nemendur úr Reykjavík, 2 frá Kópavogi og 2 úr Garðabæ og síðast en ekki síst er 1 búsettur í Sviss þó hann sé með rætur á Egilsstöðum og í Hróarstungu. En það er ennfremur takt við skólahaldið eins og Eyrún sagði, ennfremur að með sinni öflugu fjárnámsþjónustu að 16 fjárnemar, 67% er í útskriftarhóp dagsins. Nú skólaþróunar verkefni okkar næstu árin er helguð gervigreind og ábyrgri notkun hennar í skólastarfi. Tilkoma gervigreindar eins og allir vita er ört vaxandi hreyfiafl, já, bara í raun og veru öllu samfélaginu og ekki síst í skólastarfi og öllum skólastigum. Gervigreindin er þó enn langt frá því að vera fullkomin staðgengill mannlegar nærveru og greindar. Það er brýnt að kennarar sem nemendur læri að nýta gervigreindina sem öflugt vinnutæki að sjálfsögðu, gríðarlega byltinga þar sem þeir geta nýtt sér, en þessu þarf að stjórna og stýra við hvert fótmál. Og ekki síður þarf að gæta því að gervigreindin í dag hefur sína takmarkanir og gerir mistök. Það er einnig nauðsynlegt að fylgja viðmiðum og reglum persónuvernd og öryggi og svo hvernig farið með gögn. Sífellt stærri hluti af vinnu kennara eða vinnu nemenda felst í þeirri list að gera sinn eigin texta úr þeirri ofgnótt sem að spýtist út úr gervigreindarforritum í allri gagnaleit. Og þar er málið að spyrja réttra spurninga í sífellu til að fá ásættanlega útkomu og laga textana að sínu. Það er til dæmis mjög skrautlegt að sjá fyrstu bekkinga skila svona mastersritgerðum í tímaverkefnum eftir gervigreindina. Þannig að það er að ýmsu að hyggja í þessu. En það er auðvitað þannig að breytingar á störfum almennings vegna tækniframfara eru auðvitað í veldisvexti núna síðustu ár og næstu áratugi. Og þetta breytingar virðast bara fara hraðar og hraðar. Þannig að við starfsmenn menntaskólans við höfum þessa staðreyndir og bak við eyrað í öllu okkar starfi og raun og þessi framtíð auðvitað hafsjór og tækifærum fyrir skólakerfið rétt á spilum haldið. Þverfagleg þróunarvinna kennara skólans snýr einnig að því að fletta grunnþætti menntunar sömuleiðis inn í skólastarfið þannig að þeir verði meira sýnilegir og áþreifanlegir. Og þessi vinna tengist jafnframt þessum einkunnarorðum skólans sem eru gleði, jafnrétti og virðing. Virðingar, jafnréttis og gleðivíkur eru nú fastir liðir inn í skóladagatali þar sem brytað upp á alls konar fróðleik, samveru og þemavinnu undir hatti þessara einkunnarorða. Til þess meðal annars að hrista nemendur betur saman og bæta þannig skólabraginn. Vegferð okkar í menntaskólanum með spannar- og verkefnatímakerfi sem námsskipulag miðar að því að minnka áherslu á kennslu kennara í kennslutímum og auka áherslu á nám nemenda. Og þar er horft til þess að auka ábyrgð og skuldbindingu nemandans á eigin námi og stuðla þar með að meiri áhuga hjá nemendum fyrir námsefninu. Menntaskólinn á Egilsstöðum hlaut 5. sæti sem stofnun ársins 2025 eftir 3. sæti síðasta ár og þar 2 árin áður á toppnum í hópi ríkisstofnana með 40 til 89 starfsmenn. Þessar niðurstöður eru alltaf ánægjulegar og það endurspegla góðan starfsanda innan dyra. Þessi niðurstaða er enn fremur í takti við niðurstöður kannana varðandi nám og kennslu sem við tökum árlega og stundum ofta ári frá alls konar sjónarhorni. Við erum með nemendur, við erum með foreldra, við erum með fjarnema og starfsmenn.
Flestar þessar kannanir lýsa ánægju með gott námsskipulag og gæði skólastarfs. Og eins hávært orðræða gott viðmót og mikla og góða vinnu kringum nemendur okkar. Þessi jákvæðu straumar, þeir eru sannlega til þess fallnir að efla okkur í starfi með það markmið að gera góðan skóla enn betri. En hvernig gengur þetta námsskipulag okkar í menntaskólanum með þessari miklu áherslu á nám nemenda? Það er auðvitað segin saga að alls kyns námsskipulag virkar vel fyrir góða og vinnusama nemendur og að sama skapi hjálpar gott námsskipulag ekki áhugasömum og óvirkum nemendum. Gegnum 13 ára í spannakerfi þá hafa vissulega orðið breytingar til batnaðar hjá nemendum, sérstaklega varðandi nýtingu í verknámstímum þar sem að kennarar veita aðstoð við heimanám á skólatíma. Og nemendum með gott vinnulag og góða nýtingu verknámstímum eiga þarna tiltölulega auðvelt með að klára sér vinnudag í skólanum. En það er auðvitað að taka ábyrgð á eigin námi og námsgengi. Það er nú ekki alltaf bein braut og veldur þá hver að heldur. Það er mikill einstaklingsmunur á því auðvitað koma nemendur inn í skólan með mismunandi áhuga, þroska og bakgrunn. Sumir veitist létt að tileinka sér breytt vinnubrögð og þrífast vel í verkefnatímum. En fyrir marga nemendur er þessi eignun á eigin námi og í raun eigin örlögum í náminu, hún er varla komin á við lok framhaldsskólans. Kennarar eru auðvitað vel í stakk búnir til að sinna jafnt dagskóla og fjarnemum og það er gegnum gangandi mikil ánægja með fjarnám skólans frá hendi þjónustu þeirra. Það má segja að menntaskólinn á Egilsstöðum hefur gjörbreyst í laginu þessi síðasta áratuginn þar sem dagskólanemum fækkaði ca. 100 nemendur eða rúma þriðjung á milli áranna 2016 til 2024. Þessari fækkun var mætt með aukinni sóknir á fjarnámsmarkaðinum og menntaskólinn skilar enn af sér 310 ársnemum eins og var með mun fleiri dagskólanemum. Þetta árið aftur setur aukinn fjöldi dagskólanema mark sitt á kennslu í skólanum. Nú eru margir áfangar nær fullir af dagskólanemum sem minnkar auðvitað plássi fyrir fjarnema. Og það má í raun segja að fjarnám skólans virki svona sem sveiflujöfnunartæki sem gerur okkur minna háða fjölda dagskólanema hverju sinni, sem er auðvitað mjög mikilvægt. En það er auðvitað fjöldi dagskólanema á hverjum tíma og virkni þeirra frá degi til dags sem ræður mestu gang skólastarfsins og hvernig skólabragurinn er hverju sinni. Rauði þráðurinn gegnum vel heppnast skólastarf er að mínu mati að skila af sér bjartsýnu, duglegu og kraftmiklu fólki sem hefur alla burði til að láta gott af sér leiða til framtíðar. Og því er það mjög mikilvægt að nemendum mæti gott viðmót allra starfsmannaskólans og jafn mikilvægt er að setja þeim skýr markmið til hvers er ætlast að þeim sem er nemendum í framhaldsskóla. Það er nokkuð kúnst að ýta nemendum mjúklega áfram en þó innan þeirra ramma sem skólinn setur, þannig að sem fæsti gangi í hringi eða falli jafnvel á hjólinu á skólagöngunni hér. En að öðru, nemendafélagsskólans það hefur staðið vaktina mjög vel þetta haustið með kraftmiklu félagslífi. Þar má nefna bráðskemmtilega nýnumamóttöku og nýnumaball í Aski á byrjun skóla sem tókst með ágætum. 60 nemendur fóru á Ólympíuleika Austurlands á Hornafirði í byrjun nóvember sem tókst mjög vel í alla staði. Þar blésu númlega 150 nemendur úr 3 framhaldsskólum Austurlands í edrú inn á ball í Sindrabæ sem gekk eftirminnilegt og skemmtilegt og talsvert mikið breyting sem er orðið síðustu áratugina í umgengni áfengi fyrir nemendur á þessum aldri, sem er frábært auðvitað. En tónlistarklúbbur skólans, hann hélt mjög eftirminnilega 80s tónleika í Valaskjálfi undir fullu húsi í nóvember þar sem að 23 nemendur koma á dagskráni. Og aldrei frábært framtak þar sem sköpunargáfa tilvonandi snillinga fékk bæði farveg og áhorf í tróðfullu eins og ég segi, mjög mikill, þetta verið nálægt 250 manns þarna inni. Mikið stemming. Og vert er að geta þess að síðustu 3 árin þá hafa raunveru allir nemendur blásið sér edrú inn á böll á vegum skólans án vandræða. Ég held að ég hef nú yfirleitt verið með áfengismælinn í þessum skemmtunum og ég man bara ekki eftir að menna fengi gult og hvað þá rautt sem er, þeir hafa allavega þá ekki, þeir hafa verið heima á sér sem að þessi örfá. En þetta er orðið bara leiðandi hegðun og það er auðvitað frábært. Nú árshátíð skólans, hún var haldin með miklu myndabragði í Valaskjálf föstudaginn 7. desember. Mikil metnaðarmaður í skreytingu salar, tugir nemenda koma að því að flikka upp salinn, hafa skikk á borðhaldi og sjá að allt gengi sem skyldi. Borðhald og skemmtun var síðan upp á 4 klukkustundir og gerir aðri betur. Og auðvitað var líflegt ball eftir á með lifandi tónlist, nema hvað. Nú nemendafélagi hefur einnig staðið vaktina með miðvikudags uppákomu á sal og síðan skipulagningu kvöldu íþróttatíma í íþróttahúsinu. Gettu betur hópur skólans hefur verið við stífar æfingar í haust og hefja keppni núna 7. janúar við Lauga held ég fyrstu umferð og einnig hefjast frískeppni framhaldsskólan eftir áramót með tilheyrandi stemmingu fyrir okkar ágætu rafíþróttamenn.
Eftir áramót hefjast sömuleiðis æfingar á vegum leiklistafélagklúbbsins fyrir leiksýningu ársins sem á þessu sinni er söngleikurinn Fyrsti kossinn og hann inniheldur meðal annars 20 lög, bæði hljóma, GCD, Bubba og fleiri risa í íslensku tónlistarlífi þannig að þar verður aldeilis mikið stemming, get ég ímyndað mér. Nú opni dagar verða síðan keyrðir með Hakkandi sól sem aðskildi þemadagar, söngkeppni skólans, sparkinn verður síðan haldur í mars, eftir leiklistatörnina, þannig að það er ekki aldrei dauður tími í félagsstörfum nemenda fyrir þá sem það sækjast eftir. Og fyrir hönd skólans þá vil ég þakka öllum forsvarsmönnum nemendafélagsins og klúbbum fyrir mjög vel unnin störf þar sem af er skólaársins og nemendum fyrir þátttöku í þeim viðburðum sem í boði hafa verið. Góðar stundir. Nú er komið að afhendingu prófskírteina, þannig að ég ætla að biðja Árna að koma hér aftur upp á svið. Ég ætla að fá að byrja á því að lesa upp nöfn þeirra 13 útskriftarnema sem eru ekki viðstödd athöfninni í dag, en þau eru vonandi að fylgjast með útsendingunni. Ég mun þá lesa upp nöfnin í stafrófsröð og þá braut sem að þau útskrifast af. Fyrst á blaði er hún Dagný Dís Jóhannsdóttir, hún útskrifast af náttúrufræðibraut, Erika Eva Arnarsdóttir af opinni braut, Guðný Kristín Erlingsdóttir, opinni braut, Heba Líf Hilmisdóttir, félagsgreinabraut, Hrafnhildur Ír Jónsdóttir, opinni braut, Jón Axel Matthíasson með viðbótarnám til stúdentsprófs, Jónatan Leó Þráinsson með viðbótarnám til stúdentsprófs, Magdalena Sif Martinsdóttir af opinni braut, Maren Oddsdóttir, opinni braut, María Bjarnadóttir, opinni braut, Pétur Elís T.H. Valgeirsson, opinni braut, Silvía Björt Jónsdóttir, opinni braut og lokum Telma Dögg Albertsdóttir á opinni braut. Og ef við gefum öllum gott klapp og vonum að heyri í okkur. Hér í kirkjunni höfum við svo 13 útskriftarefni sem fá nú afhent sín skírteini. Ég ætla að biðja gesti að bíða með að klappa þar til allir hafa fengið skírteinin og sett upp húfurnar. Þeir sem fylgjast með í streymi, þeir að sjálfsögðu fagna og klappa eins og þeir vilja og eru sennilega margir búnir að því. Fyrstur kemur hann Askur Örn Margrétarsson sem útskrifast af starfsbraut. Gjörðu svo vel, Askur. Dagur Björnsson, opinni braut. Elín Birna Úlatáska, opinni braut. Ellen Greta Smáradóttir, félagsgreinabraut. Embla Fönn Jónsdóttir, félagsgreinabraut. Ég vil svo biðja hana Emblu Fönn að hingra aðeins á sviðinu með okkur Árna, en Embla er dúk skólans jólin 2025 með meðalenguna 9,62. Og viljum við nú nota tækifærið og færa henni viðurkenningu fyrir góðan námsárangur. Embla fær nú afhenta bókina Sjá samfélagið eftir Viðar Halldórsson. Í bókinni er farið í félagsfræðilega greiningu á nútímasamfélaginu út frá ljósmyndum úr hversdagslífinu. Innilega til hamingju með þennan frábæra árangur, Embla Fönn. Og við höldum áfram. Já. Karitas Mekkin Jónasdóttir, náttúrufræðibraut. Nú rugglaði aðeins röðina hér á okkur. Matthías Freyr Steindorsson, félagsgreinabraut. Nadia Brá Kristjánsdóttir, félagsgreinabraut. Rodrigo Andrade Jusesinho, félagsgreinabraut. Rodrigo var að kenna mér að bera fram nafnið rétt áðan. Ég reyndi. Sveinn Björnsson, félagsgreinabraut.
Tommy Wu, Opinnibraut. Valur Andrason, Félagsgreinabraut. Og síðust en alls ekki síst hún Þorbjörg Eiríksdóttir á Listnámsbraut. Kæru nýstúdentar, nú ætla ég að biðja ykkur að rísa úr sætum, lyfta allir upp, lyfta stúdentshúfunni hátt í loft og setja hana svo á kollinn. Og nú ætlum við að gefa öllum virkilega gott klapp og þeim með setja hana á. Svo megið þið setjast aftur niður. Kæru nýstúdentar, hjartalega til hamingju með þessa vörðu í lífinu og vonandi þetta aðeins ein af mörgum. Í umslögunni sem þið fengum með skírteinunum ykkar að finna litla gjöf frá skólanum sem þakklætisvott fyrir samveruna. Þar áletra nafn, útskriftarár og merki skólans sem var búið til í tæknismiðju ME. Góðar minningar frá degi eins og þessum gefa lífinu gildi síðar á lífsleiðinni þegar horft er yfir farinn veg. Við erum mjög heppin í Menntaskólanum á Egilsstöðum, þar sem að nemendur hafa haldið uppi mjög virku og lifandi tónlistarstarfi. Í dag ætla 3 meðlimir tónlistarfélags skólans, TME, að flytja 2 lög og nú einmitt komið að flutningi þess fyrra, en þar Árný Birna, Laufey Helga og Sigríður Svandís ætla að flytja lagið Þannig týnist tíminn eftir Bjartmar Guðlaugsson. Ég býð hjartanlega velkomnar hér á sviðið. Líkt og ástaljóð sem enginn fékk að njóta, eins og gullnað blað sem geymir óræð orð, eins og gömul hefð sem búið er að brjóta. Þar ég, þar þú, það allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Líkt og sumar ást sem aldrei náð að blómstra, líkt og trega tár sem geymir falleg bros. Þarna gömul mynd sem sýnir glaðar stundir. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Einn sem bjó í vonarlandi þínu, eins og æskuþrá sem lifna við og við. Býr þar sektarkennd
sem ennþá nær að særa. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Líkt og ástarljóð sem enginn fær að njóta, enda sem gulnað blað sem geymir úr æðorð. Eins og gamalt heit sem búið að brjóta. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Þakka ykkur kærlega fyrir, stelpur. Og þess má geta 2 úr þessu tríó eru nú fyrsta ári, þannig að við erum vel sett hér næsta árin. Næst komið ávarpi starfsmanns og þessu sinni höfum við Hlyn Ármannsson að flytja ávarpið. Hlynur hefur kennt líffræði við Menntaskólann á Egilsstöðum frá árinu 2014, ég ætla að segja 24, það eru örlítið fleirar, 2014, en mun nú áramót sækja á nýjar slóðir. Og þetta því hans síðasta verk fyrir okkur í bili, segjum við allavega. Vertu velkomin upp á svið, Hlynur. Já, takk. Það ekki skrítið að ég í bólnum, ég yfirleitt þekktur bara maðurinn í bólnum hérna. Þannig að mér fannst gott að bara klára þetta á því. Kæru stúdentar, skólameistari, samstarfsfólk og aðrir gestir. Gleðilega hátíð. Þá nú loksins komið að þessu, stóra stundin. Nú fá nemendurnir loksins notið uppskeru síðustu ára. Það nefnilega þannig að eins og við öll vitum, þá námið pínulítið eins og kartöflurækt. Fyrsta lagi, þá algjörlega nauðsynlegt að útsæðið sé mjög gott. Öðru lagi, þá gróðurmoldin að vera næringarík og í þriðja lagi mikilvægt að hlúa vel að ræktunarskilyrðum. Það þarf að uppræta arfann, það þarf að vökva og jafnvel stundum að þá þarf að veita skjól og annað slíkt í erfiðu árferði. Og þetta allt nauðsynlegt. Ef öll þessi skilyrði eru fyrir hendi, þá aukast líkurnar verulega á því að fá mjög góða kartöfluuppskeru. Eins og flestir hafa nú líklega átt að sjá, þá eru nemendurnir útsæðið þessari myndlíkingu minni. Skólinn gróðurmoldin og starfsmennirnir þá þeir sem sjá daglega umhirðu garðsins og passa upp á að allir fá að njóta sömu möguleika til að þroskast og dafna. Skírteinið sem þið fáið í dag síðan ígildi endanlegu uppskerunar, sem sagt kartöflupokinn ykkar. Eins og þið sjáið, þá gróðurmoldin gríðarlega mikilvæg í þessari myndlíkingu. Það skólinn sjálfur. Nú hef ég þá reynslu af Menntaskólanum á Egilsstöðum, sem sagt frá í raun og veru mjög mörgum hliðum. Þótt ótrúlegt sé, ef þið horfið á mig, hvað ég unglegur og fallegur ennþá, þá 30 ár síðan ég útskrifaðist síðan. Ég búinn að vera rúm 10 ár að kenna og það 2 börn hjá mér búin að fara í gegnum þá Menntaskólann og útskrifast hérna. Þannig að ég þykist nú bara vera orðinn nokkuð dómbær á gæði þeirra menntunar sem hér veitt og hvernig hún nýtist í framhaldinu. Það hefur nefnilega sýnt sig að nemendur sem útskrifast hafa frá ME hefur yfirleitt bara vegnað mjög vel í framhaldinu. Það hversu vel nemendum hérna
hefur vegnaði frekar en námi hins vegar alls ekkert sjálfsagður hlutur. Orðspor, menning og virðing menntastofnunar eru hlutir sem tekur mjög langan tíma að byggja upp, en jafnframt mjög stuttan tíma að eyðileggja. Það má því segja að það hafi verið ákveðið reiðarslag þegar nýlega heyrðust að uppfærslu ríkisstjórnarinnar á frumsemdu leikverki sínu Leitin að týndu strigaskónum. Eins og upphlaupið sjálft hafi nú ekki verið nógu absúrt á sínu tíma, þá urðu eftirmál þessa furðulega einþáttungs enn undarlegri. Farið var af stað í einhvers konar persónulegan hefndarleiðangur gagnvart, eins og við segjum, óþægilegum aðila, með þá afsökun í handræðunum að fram undan væru miklar skipulagsbreytingar. Breytingar sem enginn virðist að vísu vita almennilega hvað felst í og hefur ekki hugmynd hvenær kemur til framkvæmda. Og alls ekki til hagræðingar. Passaðu ykkur á því, ekki segja það. Til þess að missa nú ekki algjörlega andlitið, eða kúlið, eins og við segjum hérna, unga fólkið, að þá tilkynni menntamálaráðherra síðan í útvarpsfréttum að ekki standi til að endurnýja ráðningarsamning við skólameistara ME. Já, sammála. Nú skal það alveg viðurkennast að við Árni, við höfum svo sem ekkert alltaf verið sammála öll mál. Og það hefur stundum alveg komið svona gnist á milli okkar. En já, líklega bæði að því að við erum svona dálítið skapmiklir keppnismenn svona upplægi. En það hefur nú þó samt aldrei verið neinum vafa undirorpið í mínum huga að öll verk Árna sem skólameistara hafa verið með hag skólans að leiðarljósi og önnur eins hamhleypa til verka líklega vandfuldin hér á bara Íslandi öllu held ég. Ég held að ég tali því fyrir munn allra starfsmanna að við mótmælum bara harðlega þeirri aðför á skólanum okkar sem að mennta-yfirvöld standa fyrir núna. Og Árni, þú hefur alveg 100% stuðning okkar. Bara svo það sé sagt, eins og Árni hefði sagt sjálfur. Ég nefnilega viss að ef Jón Viðar, leikhúsgagnrýnandi, hefði fengið að gagnrýna þetta furðulega leikrit sem mennta-yfirvöld að setja á svið núna, þá hefði honum þótt sýningin vera svona frekar klén. Söguþráðurinn frekar svona ótrúverðugur og helstu leikarar bara alls ekki sannfærandi í hlutverku sínu. En á það, þið voru víst ekki hérna komin til þess að hlusta á nöldur og fyrrum kennari það. Nýkomnum með þess að yfir síðastu söludag. Þið eru hér til að gleðjast og þið eru til þess að fagna þessum áfanga í lífi ykkar. Og ég vona að í framtíðinni eigi þið eftir að geta horft tilbaka til þessara tíma sem voru hér í ME með smá söknuði, dassi á stolti af því að hafa tilheyrt því samfélagi sem hér hefur verið skapað. Vonandi hefur tími ykkar hér verið ánægjulegur, fræðandi og umfram allt þroskandi. Til hamingju með áfangan, eða eins og hans Schwarzenegger, félagi minn hefði sagt, hasta la vista, baby. Þakka kærlega fyrir, Hlynur. Og hvort sem þú ræddir kartöflur eða Schwarzenegger, þá held ég að við aðrir starfsmenn höfum verið fyllilega sammálaðir í því sem að þú komst með hér. Ég vil bjóða Árnýju Birnu, Laufi og Svandísi aftur velkomnar upp á svið og það ætla að flytja fyrir okkur lagið Desember eftir systurnar Hófí og Grétu Mjöll Samúelsdætur.
Snjórinn stígur sinn dans, stjörnur tindra með glans, gleðin skín úr augum þér. Ljósin lýs okkar veg, jólalög, yndisleg og í huga mér. Alla minningarnar vekja upp tilfinningu, berjast í brjósti mér. Ásnin til þín heil, ég heppin og veit hversu indælt lífið Nú hátíð höldum hér, það kominn desember og alla mína ást vil gefa þér frá mér. Í desember þó að úti sé kalt og stundum gráleitt og svart, þá hlýtt í faðmi þér. Jólin hefjast í dag og ég syndi þín lag þegar enginn okkur sér. Nú hátíð höldum hér, það kominn desember og alla mína ást vil gefa þér frá mér. Í desember, bara þú og ég. Nú hátíð höldum hér, það kominn desember og alla mína ást vil gefa þér frá mér. Í desember, jólin koma í desember, bara þú og ég. Snjórinn stígur sinn dans, stjörnur tindra með glans og ég geri hvað sem til að vera nálægt þér í desember. Takk fyrir þetta fallega jólalag. Næst á dagskránni er ávarp nýstúdents, að þessu sinni flytur Karítas Mekkin Jónasdóttir ávarpið. Gjörðu svo vel, Karítas. Skólameistari, kennarar, samnemendur og ágæti gestir. Það komið að tímamótum. Útskrift hjá haustnemum 2025 sem hafa staðið sem prýði að klára þennan síðasta spöl. En ME er staður sem við munum geta horft tilbaka á sem afar reynslumikinn áfanga. Á þessum árum hafa myndast margar minningar en ekki síður mótast ný vinasambönd sem munu fylgja okkur ævilangt. Við getum öll verið sammála að þessi síðustu ár hafa verið afar lærdómsrík, ekki einungis námslega, heldur einnig félagslega. Við höfum þroskast á marga vegu og lært meira á lífið. Ef við horfum tilbaka og rifjum upp hvernig einstaklingar við vorum
þegar við hófum menntaskólagöngu okkar hér í ME og síðan hvar við stöndum núna í dag, öll sæt og fín að útskrifast, þá sjáum við að mikið hefur gerst á þessum árum sem hafa mótað okkur þegar einstaklinga sem við erum í dag og voru það oftast erfiðustu tímanir sem að mótuð okkur mest. En með því kemur reynslan sem mun fylgja okkur út ævina og auðvelda ferlið þegar við lendum síðan aftur í svipuðum aðstæðum. Það sem ég er að reyna að koma á framfærir, kæru nýstúdendar, er að vera ekki hrædd við að prófa ykkur áfram og ekki forðast erfiðu tímana því þeir getur leitt ykkur í áttina því sem ykkur er raunverulega ætlað. En munum eftir öllu góðu og skemmtilegu stundum okkar í ME. Þegar ég horfi hérna yfir þennan hóp af þessum nýstúdendum, sé ég fjölbreyttan hóp með fjölbreytta reynslu og góðu stundina mínar voru ekki endilega þær sömu og ykkar í gegnum þessi ár sem við erum búin að eyða hér í menntaskólanum. En veit ég þó að við eigum það sameiginlegt að eiga gæðastundir í hátíðasalnum, sitja með vinum okkur í tíma, að bíða eftir að koma hádegismatur eða jafnvel flýta okkur í búðaferð í Nettó þegar það var rauðspretta í hádegismatinn. Mér langar líka að taka smá tíma fyrir hönd útskriftarnemana að þakka kennurum og starfsfólki skólans fyrir sitt framlag til að gera ME að þeim skóla sem hann er í dag. Sérstakar þakkir vill ég færa honum Árna, skólameistara, sem hefur verið nemendum til hals og trausts í mörg ár og gefur sig allan fram í starfið. Takk kærlega, Árni. En að lokum langar mér samt að minna ykkur, samnemendur mína, að við erum öll enn á besta aldri og eigum lífið framundan, þannig ekki stressa ykkur á mikið ef að þið eru ekki búin að ákveða ykkar næstu skref. Við erum hins vegar viðbúin að fá fullt af spurningum út í það eftir í veislunni ykkar. En það mun allt koma í ljós með tímanum. Haldið áfram að prófa eitthvað nýtt, leyfið ykkur að mistakast og prófið síðan bara aftur. Reynslan er dýrmætur fjársjóður. Kæru samnemendur, innilega til hamingju með þennan áfanga og ég vona innilega að allt sem þið takið að ykkur muni reynast ykkur vel. Takk fyrir mig. Takk fyrir fallegt og gott ávarp, Karítas. Nú er komið að síðasta liður dagskrá, en það eru lokaorð frá skólameistara sem ætlar að slíta athöfninni. Gjörðu svo vel, Árni. Já, nú ætla ég að tala til nýstúdenta. Það er okkur starfsfólki í menntaskólans trega blandin ánægju vissulega að sjá eftir ykkur út úr skólanum, þar sem þið að skila góðu starfi undanfarin ár og mótast á allan hátt. Stúdentspróf er fyrir flesta nýstúdenta lykill að áframhaldandi námi, hér heima eða erlendis. En það er mjög hollt að taka stöðuna eftir þennan áfanga, blása mæðunni hugsanlega í einhver tíma og setja síðan nýjan kúrs í átt að nýjum markmiðum, hvort sem það er í námi á nýjum slóðum eða út í atvinnulífinu. Það krefst hugrekkis að setja sér erfið og krefjandi markmið. Og þá er mikilvægt að vera hreinskilinn og heiðarlegur við sjálfan sig, hlusta á sín innri rödd og þekkja sín takmörk. Ykkar mikilvægasta nesti er og verður alltaf mikil iðjusemi, gott vinnulag, ég veit ekki hvernig þetta endar, já, gott vinnulag, gott hjartalag og óbilandi vilji til afreka. Sama hvar í lendið og hvað þið takið ykkur annars fyrir hendur. Þið skulu tala vel til ykkar sjálfra og eigna ykkur óhygga það sem vil leysi við lendi. Þannig að ég aldrei gert þetta áður. Ekki síður er ykkur mikilvægt að eigna ykkur þau mistök sem þið eigið og það er nefnilega það skiptir máli. Eigna ykkur mistöki sín til að læra þeim. Lífið hendur í ykkur alls konar áskorunum og við dettum öll á rassinn, annars lagið í þeirri glímu. Ykkar vegferð mun hins vegar mótast af því hvernig þið hendið mótlætið, hverju þið kennir og hvaða lærdóm þið takið með ykkur áfram veginn. Nú, ég vil að lokum þakka bæði starfsmönnum og öðrum hlutaðeigandi sem komu að því að gera þessa athöfn hér í Egilsstaðakirkju að veruleika. Sömuleiðis þakkir til handa ykkur öllum sem hlýdduð á þessa útsendingu og við endurtökum innilegar hamingjuóskir til ykkar allra.
Nú hér á eftir munu nýstúdentar ganga fyrstir út í gang og taka á móti hamingjuóskum og síðan koma þau inn og okkar ljósmyndari mun taka mynd af þeim hér í tröppunum og síðan með þetta allir saman nýta tækifærið og búa til sínar eigin minningar og taka eins marga myndir bara á síminn leyfir eða myndavélir. En núna á lokum þá bið ég ykkur öll saman sem eitt að standa upp, opna bakliða, horfa á bakliðin á dagskránni. Því við ætlum öll að syngja saman Ísland skorið eftir Eggert Ólafsson og með því lýkur athöfninni og gleðilega hátíð. Ég hafi lag. Ísland skorið, ég vil nefna þig sem á brjóstum borið og blessa hefur mig. Þig skikkan skaparans, vertu blessað, blessi þig, blessað
Að ég verð að tala, hvað vilt að ég sé? Ég reyna með ræðinu mína. Ok, það er örugglega eitthvað gott. Só vou tirar. Não. Oh, mãe, pede ao pai. Pede ao pai. Pede ao pai.